Settur fundur í Borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. maí. Forseti hefur ákveðið það að þeir borgarfulltrúar sem kjósa það að hafa eina umræðu undir 4. og 5. lið, sem sagt hafa eina umræðu bæði undir eigendastefnu Sorpu og eigendastefnu Strætó í einni ræðu, þá það að sjálfsögðu ekkert mál. En við förum í fyrsta dagskrárlið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tilflutning á stökum frídögum launafólks að vori. Og þá tillöguflytjandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, fyrstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að mæla hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tilflutning á stökum frídögum launafólks að vori. Og tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn felur kjaradeild að leita eftir því við starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, Eflingu og aðra viðsemjendur borgarinnar að heimildarákvæði verði sett inn í kjarasamninga heimili tilflutning á stökum frídögum launafólks að vori, þannig að úr verði samfellt helgarleyfi. Þetta tillagan og einhver kynna segir sem svo að þetta verði svolítið flókin texti einfaldan hlut sem hefur verið rætt í rauninni árum saman sem snýst það hugmynd hvort það sé ekki hægt að færa til einhverja af þessum stöku frídögum inn í miðri viku eða á 50 sem koma helst á núna vorin, færa þá að helginni þannig að úr verði samfellt helgarleyfi. En því til að svara að þetta einföld og góð hugmynd en getur ekki orðið af henni nema í samstarfi nokkur aðila og þá sérstaklega verkalýðsfélög og fróðir menn segir mér það að það sé kannski ekki skilyrði en það væri æskilegast að heimildarákvæði slíkan tilflutning yrðu sett inn í kjarasamninga. Það myndi svona einfalda máli þó að það sé ekki útilokað að gera þetta án þess að það væri fjallað í kjarasamningum. Það væri eftir við að ná það samkomulagi á hverju sviði fyrir sig eða vinnustað fyrir sig jafnvel. En það má kannski vel vera að einstaka yfirmönnum finnist erfitt að fara til slíkan tilflutning nema að hann ætti sér stað yfir allt kerfið og það væri óumdeilt að slíkur tilflutningur væri með fullu samþykki þeirra sem ráða á endanum, það þá borgarstjórnin og verkalýðsfélögin. En eins og ég gat áðan þá þessi hugmyndir ekkert alveg glæný, það hefur verið fjallað árum saman og raunin það svo að árið 2005 þá fluttum við sjálfstæðismenn sambærilega tillögu í borgarráði þá og hún var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og vakti mikla ánægju en það hefur einhvern veginn lítið orðið úr að henni hafi verið fylgt eftir og til dæmis menn í verkalýðshreyfingunni sem ég talaði við, menn sem hafa reynsla til að semja við borgina, þeir muna ekki eftir því að það hefur nokkur sem verið rætt hana. Kann að hefur rætt hana en það virðist ekki mikil áhersla hefur verið lögð á það. Enda kannski það svo oft í okkar í kjarasamningum sem fulltrúar borgarinnar taka þátt í þá og þetta eru þeir kannski fyrst og fremst að hugsa það að ná samningum með sem auðveldustum hætti. En í lögum og kjarasamningum einmitt ákvæði almenna frídaga og nokkri þeirra eru síðla vetrar eða snemma vors og það má nefna sem dæmi sumardaginn fyrsta, uppstigningardag sem núna á 5. og hátíðisdag verkalýðsins sem alltaf 1. maí. Nú, 2 fyrrnefndu dagarnir á 5. þannig að úr verður stakur frídagur í miðri vinnuviku. 1. maí ber yfirleitt upp á virkan dag en stundum ber hann upp á helgi þannig að launafólk fær ekkert auka frí. Það hefur verið margoft fjallað það, bæði meðal samtaka atvinnurekenda og launafólks að það slíti vinnuvikur í sundur með því að hafa stakan vinnudag á eftir stökum frídegi. Þetta valdi óþægindum og minni framleiðni. Margt launafólk myndi án efa kjósa að flytja til staka frídaga inn í miðri viku þannig að úr yrði 3 daga löng helgi ef það ætti þess kost. Líklegt að umræddir frídagar yrðu almennu launafólki sem og atvinnurekendum mun kærkomnari ef gerðar eru slíkar breytingar á fyrirkomulagi frídaga. Að frumkvæði samtaka atvinnulífsins var það heimildarákvæði sett inn í kjarasamninga fyrir nokkrum árum við nokkur launþegasamtök. Ég held að það reyndar ekki verið þau samtök sem borgin á mest samskipti við.
að semja megi að samningsbundin frí sem enda á 50 dögum, til dæmis uppstigningardagur, verði færð yfir á föstudag eða mánudag. Þetta þarf að semja hverju vinnustað fyrir sig, meðal annars með atkvæðagreiðslu meðal starfsmanna. Slíkt fyrirkomulag hefur rutt til rúms í Bretlandi á undanförnum árum og gefist þar mjög vel. Það svo að þessi stöku frídagar sem hér voru nefndir eru síðari hluta vetrar eða vori þegar allra veðra von. Vel kæmi því til greina að færa umrædda daga eða einhverja þeirra yfir á hið stutta íslenska sumar og búa þannig til fleiri langar fríhelgar. Einn frídaginn ætti til dæmis að hafa fyrsta mánudag í júlí. Jafnvel mætti bæta 2 frídögum við fyrstu helgin í júlí og búa þannig til 4 daga helgi. Ljóst að slíkar breytingar verða þó ekki gerðar nema í góðu samkomulagi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélaga. Það má segja, ég er viss að þegar menn fari slíkar samningaviðræður þá mun sitt sýnast hverjum og það alveg ljóst að þessi dagar hafa mismunandi helgi í hugum fólks. Meðan sumum þykir kannski sjálfsagt að færa til sumardaginn fyrsta, þá eru aðrir sem ekki heyrið á minnst og nefna þá frekar uppstigningardag, aðrir nefna 1. maí og svo framvegis. Hver og einn hefur sína skoðun á því, en ég hygg að með því að taka þetta upp við okkar starfsmannafélög og þau félög sem við semjum helst við, þá hlýtum við að ná niðurstöðu í þessu efni, getum fundið, ég held að við breytum ekki öll í einu, við hlýtum að geta fundið 1 eða 2 daga sem sátt næðist að færa, það mætti gera það til reynslu til dæmis, prófa hugmyndina í 1 eða 2 skipti og svo myndi menn sjá til hvernig það gæfist. Og mér segir nú svo hugur að það verði samansagan hér eins og víða erlendis þar sem þetta hefur verið prófað, að þegar að menn einu sinni hafa búið til löng helgafrí með þessum hætti, þá detti engum í huga að snúa til baka. Og rétt þykir því að kanna hug helstu viðsemjenda til þessara hugmynda, en verði þær að veruleika má búast við að þær verði jafnt borginni sem og starfsmönnum hennar til hagsbóta. Og ég held að það verði líka þannig að ef að borgin á frumkvæði að þessu máli, þá líði ekki á löngu uns samstarf takist við fleiri aðila á vinnumarkaði og kannski geti það gerst bara leið og borgin færi þetta samráð við verkalýðsfélögin. Við erum að tala um það að við erum ekki bara að tala með því að tala alla vinnustaði borgarinnar, þá erum við í rauninni að tala um færslu á skóladögum líka. Ef að borgin sem stóru vinnuveitandi myndi stíga þetta skref og taka 1 eða 2 frídaginn í miðri viku og færa þá helgi, þá segir mér svo hugur að gjörvallur vinnumarkaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, ef ekki bara Íslandi, myndi fylgja á eftir eða gera þetta samtímis. En ég myndi óska eftir að fá að leggja fram greinargerð undir þessum lið sem gafst ekki tími til að klára þegar tillagan var lögð fram og óska bara eftir góðum umræðum þetta í borgarstjórn með sama hætti og við samþykktum sambærilega tillögu fyrir 8 árum. Þá er ég viss að getum samþykkt þessa tillögu hér í dag og vísa henni svo til meðferðar í okkar ágæta borgarkerfi. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Og þá tekur til máls borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar. Þetta er athyglisverð tillaga sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon hefur hér fylgt úr hlaði. Vissulega væri oft hentugra fyrir vinnandi fólk og fjölskyldur að frídagar lægju saman. En þá vil ég að samanskapi spyrja, er það hlutur borgarstjórnar að breyta þessu fyrirkomulagi? Þetta þarf að skoða vel í samhengi við hvernig þessi frídagar eru til dæmis tilkomnir. Við í meirihluta Besta flokksins og Samfylkingarinnar teljum rétt að vísa málinu til borgarráðs og jafnframt beina því til borgarráðs að það óski eftir umsögn þjóðkirkjunnar hvaða augum hún líti á tilfærslu helgidaga, hvítasunna, uppstigningadagur og fleira. Myndi þjóðkirkjan vera sátt við tilfærslu þessara daga? Þá teljum við rétt að borgarráð óski eftir umsögn verkalýðshreyfingarinnar sama mál og svo umsögn kjaradeildar. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, það ekki fleiri kvætt sig. Jú, þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti góðu borgarfulltrúar, ég
mér þykir nú leiðilegt sko ef að það ætli ekki að vera frekar umræður þetta mál. Þetta er skemmtilegt mál heldur en að eins einn borgarfulltrúi úr meirihlutanum kveði sér ljós, en ég þakka Evu Einarsdóttur borgarfulltrúi að tjá sig þetta. Mér fannst þó ekki skemmtilegt að mér fannst nálgun hennar ekki vera sérstaklega jákvæð til málsins. Mér fannst hún frekar í sinni stuttu ræðu tína til það sem hugsanlega geti mælt gegn þessu máli, heldur hann sem mæli með því, og mér finnst það miður vegna þess að eins og ég segi þá var mjög sambærileg tillaga flutt árið 2005 fyrir 8 árum, kom þá til umfjöllunar í borgarkerfinu og vakti alls staðar jákvæð viðbrögð. Ég held að ég muni það rétt að hún hafi verið samþykkt af borgarfulltrúum til dæmis Samfylkingarinnar sem hér sitja á sínum tíma og þeir hafi bara tekið vel í þessa tillögu þá, eða mjög sambærilega tillögu, en einhvern veginn hefur virðist eftirfylgnin hafa brugðist í því máli eins og í fleiri málum og þess vegna finnst mér tilvalið að taka þetta fyrir að nýju og afla því á nýju stuðnings, og það er mjög mikil vonbrigði ef það kemur síðan í ljós að þessi tillaga sem fekk góðar viðtökur fyrir 8 árum þó hún ekki að veruleika, að það er mjög vonbrigði að hún fengi eitthvað síðri viðtökur núna, og bið borgarfulltrúum að hugsa frekar hið jákvæða sem þessi tillaga geta haft í för með sér frekar en neikvæða, tína til eitthvað neikvæða, eins og mér fannst Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi því miður aðeins gera í sínu máli. En það er sjálfsagt að skoða þetta mál betur, og ég hefði sjálfsögðu kosið að það er samþykkt hér í borgarstjórn. Ég held að við sjáum það til dæmis bara í skýrslum sem við ræðum síðar á fundinum úttekt á stjórnskipulagi Reykjavíkurborgar, að þá sjáum við það er aðeins fundið að því hvað mörgum málum er vísað hérna til ráða í staðinn fyrir að borgarstjórn taki bara sjálf á málunum og skera þau. Þannig að ég myndi helst vilja sjá að borgarstjórn samþykkt þetta mál, en ef að það er eindreginn vilji borgarstjórnar meirihlutans að borgarstjórn samþykki það ekki heldur vísið í eitthvað annað, þá getum við svo sem tekið þátt í því, þó mér þykir þetta betra að það er samþykkt, en þá í trausti þess að það sé tekið, að málið sé ekki svæft heldur að það sé tekið bara föstum tökum þá í borgarráði, og sjálfsagt að fá umsögn allra aðila þetta mál, en vil þó nefna út af því sem Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi sagði að ég held að það sé enginn að tala um að færa til Hvítasunnu helgina. Ég nefndi nokkra daga hér í mínu máli og þetta voru allt stakir frídagar inn í miðri viku, en það vill svo heppilega til með Hvítasunnu helgina að frídagurinn sem fylgir henni, annarri Hvítasunnu, hann er á mánudegi, þannig að hann leggst við helgina. Þannig að það er ekki verið að tala um neina tilfærslu á fríi sem fylgir Hvítasunnu helginni, og var í rauninni mjög miður ef að einhverjir færu að rangtúlka tillögu mína þannig að það verður að gera það og biðja þjóðkirkjunum að gefa umsögn á því að það er enginn að tala um Hvítasunnu helgina, en það er vissulega verið að tala um fleiri daga, til dæmis uppstigningardag sem er eftir 2 daga, og hann hefur verið færður til erlendis og ég held að hans helgi hafi endilega ekkert minnkað við það, en eins og ég segi, í Bretlandi hafa þessi dagar verið færðir að helgum og gefið mjög góða raun. Þannig að ég hefði helst kosið að tillagan yrði bara samþykkt hér og síðan yrði vísað til skoðunar kjaradeildar. Kjaradeild getur alveg skoðað máli fyrir borgarstjórn eins og borgarráð, en ég vil alls ekki stefna málinu í neinn ágreining, og ég held að við Sjálfstæðismenn samþykkjum það bara vísis í borgarráð í trausti þess að það verið unnið vel að málinu þar. Nú hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Kjartani Magnússoni borgarfulltrúa fyrir þessa tillögu. Í gegnum árin hef ég oft heyrt það að það eigi að reyna að svona samræma frídaga þannig að fríin verði hvað lengst, og það var nú bara síðast í síðustu viku að það var bent á að verksmiðju væri að starta upp vélum eftir stakan frídag og hreinsa og ýmislegt annað í þeim dúr. Þannig að ég held að með því að vísa þessu áfram til borgarráðs og inn til kjaranefndar, að þá gætum við svona byrjað að rúlla þessum bolta, sem að þá yrði þá svona fyrst svona smá fríbolti sem yrði þá síðar risastór fríbolti, frekar en snjóbolti. Þannig að bara held að þetta sé gott mál.
Það var borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lúki máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góð borgarfulltrúar, ég ætlaði nú ekki að taka þetta máls en ég geti eiginlega ekki orðabundist. Ég algjörlega hlynnt því að þessi málsmeðferð verði viðhöfð og get algjörlega samþykkt það, en mig langar samt, ég verð eiginlega aðeins að verja hérna 1. maí og benda á sérstöðu hans í samhengi hlutana. Það allt í lagi að við höldum uppstigningardag á föstudegi. Það allt í lagi að við höldum sumardaginn 1. á föstudegi. Við getum fagnað hvar sem við getum beðið til Guðs hvar sem við getum gert það sem við viljum á þessum dögum hvar og hvenær sem En að ætla að færa 1. maí að föstudegi, sama hvaða dag viðkomandi dagur ber upp, yrði eiginlega bara til þess eins að baráttudagurinn og samstaðan sem á að skapast og þarf að skapast á þessum degi, það myndi draga úr henni. Og ég get ekki fellt mig við það. Mér finnst mjög mikilvægt að við höldum áfram 1. maí hátíðlegan, að við förum sem allra flest niður í bæ og sýnum samstöðu með verkafólki þau réttindi sem við höfum áunnið okkur og vinnandi fólk hefur áunnið sér, hafa aldeilis ekki komið að sjálfu sér, það hefur verið barist fyrir hverjum einustu réttindum sem við höfum áunnið okkur og það ekkert sem segir að þau verði alltaf til staðar. Verkalýðsbaráttan skiptir máli, hún hefur alltaf skipt máli og mér finnst algjörlega ómögulegt að við leggjum þennan baráttudag að jöfnu við hefðbundna frídaga. Ég vil bara að það komi fram í þessari umræðu hér í dag. Ég get vel fallist á þessa málsmeðferðartillögu vegna þess að ég gerir ráð fyrir að verkalýðsfélögin muni taka undir þennan málflutning og geri ekki ráð fyrir að þau muni fallast á þessa tillögu borgarfulltrúans. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu tillögu að færa staka frídaga nær helgum og frummælandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi nú hér sérstaklega 2 daga, 1. maí og uppstigningardag og eins og ég held að flestir geti nú séð kosti þess að eiga langa helgi og gott frí og hagræðingu í því að vera ekki að slökkva á vélum og kveikja á þeim aftur með dags millibili, heldur geta bara slökkt á þeim fyrir langa helgi og sjáu svona hagsinn í því en þarna tvo nokkuð svona merkilega daga að ræða fyrir margt og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom nú inn á hér mikilvægi og hefðina á bakvið 1. maí og það jú mikill merkisdagur í hugum margra og dagur sem á sér mikilvæga og merkilega sögu og svolítið einmitt þekktur hann markeraður af dagsetningu. Hann heitir bara einfaldlega 1. maí og uppstigningadagur ólíkur 1. maí að því leyti hann heitir ekki eitthvað ákveðið númer en þó minnir mig að þetta sé sem sagt þetta ekki 40 dögum eftir krossfestingu eða eitthvað svoleiðis. Þetta ekki útreiknað alveg vísindalega reiknað og nákvæmt. Þegar Jesús sem sagt svífur upp í himininn og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði að það væri kannski ekki mikið tiltökumál en ég
veit það ekki, ég held að það geti verið alveg einhverjir sem að finnst það einmitt vera alveg gríðarlega mikið tiltökumál, að þetta sé nákvæmlega á þessum degi, að því að þetta hafi einmitt gerst og það sé vísindalega sannað, þetta gerðist á þessum degi og þess vegna verðum við að halda það. Og þess vegna finnst mér þessi málsmeðferðartillaga mjög góð, það er að segja að fá álit þeirra sem að kannski hafa svona staðið vörð þessa daga og svona, mér finnst svona óheppilegt að við værum að borgarstjórn væri að kannski samþykja eitthvað svona án þess að vera búin að ræða við verkalýðshreyfinguna og þjóðkirkjuna. Síðan fór ég nú bara svona í þessu spjalli þetta, þá fór ég bara að velta fyrir mér hvaða sem sagt hugsanlegir aðrir dagar eru þarna og ef við erum að samþykja að færa til daga að vori, af hverju ekki að hausti líka og hvað með aðra daga og hvenær ákveðu hvað er að vori og hvað er að sumri og ég sem sagt bara man ekki hvaða dagar eru þarna. Þannig að mér finnst þetta bara að vera eitthvað svona sem þurfum að fá umsögnum og skoða. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við byrjum tillögunni upp að henni sé vísað inn til borgarráðs og bið vinsamlegast borgarfulltrúum að ganga inn í sal borgarstjórnar.